Hæjótt! Veðrið á Ísafjörði í dag mjög fallegt og ég var að hugsa taka upp smá myndband og sýna ykkur þessi staður. Þessi staður hann sem mér finnst bestur á Ísafjörði. Og ég kom hér fyrir að hugsa, fyrir að læra, fyrir að sitja. Og í dag sem nefnandi við skrifum smá bréf, self-introduction og ég vil lesa. Halló, ég heiti Tim og ég bý í Michigan í Bandaríkjunum. Ég á heima nálægt Arfur sem borgin hvar ég vinn. Ég hef búið í morgunstundum en ég hef ekki búið erlendis. Ég var að læra í Michigans háskóla í 4 ár og í Arizona háskóla í 8 ár. Núna ég kennari hjá Michigans háskóla og ég kenna efnisfræði. Það mjög gaman að kenna efnisfræði og ég hef lært mikið efni sem ég ekki var að læra þegar ég var nemandi. Í dag ég í grænum boli, svörtum buxum og brúnum skóm. Ég ekki með úr eða hring, en ég með glöðraugu grátt. Morgunmaturinn minn var hafragrautur og te. Í kvöld ég ætla að læra orðaforða og málfræði og kannski fara úti á fjallgöngu. Veðrið í dag, í morgun var sól, en í kvöld enginn veit ekki veðrum á Íslandi, auðvitað. Ég tala ensku, spænsku og japonsku og mér finnst gaman að reyna að lesa latínu. Núna ég að læra íslensku og hún erfitt en falleg mál. Næstu ár ég ætla að fara til Íslands með fjölskylduna mína. Að því að núna ég bara á Ísafjörði, mig langar að sjá meira af Ísland. Kveðja og bless. Takk. So there you go. That was my best attempt at actual correct grammar, which brings me to the lesson of today. Of course, there has to be a lesson. People who want to speak a lot of languages or want to learn language quickly don't worry about grammar that much usually, not in the beginning. Of course, at some point you have to learn correct grammar to speak correctly and to be understood clearly, but you don't need a lot of fancy constructions. You don't need a lot of subtle, expert-level grammar stuff to talk to people and get your point across and have fun conversations and meet people. So Icelandic grammar is quite rich, as I'm discovering, but it doesn't stop me from just getting out there and using the few words and the simple verbs that I do know and having a chat with the locals. So I'm gonna go do that now and see if maybe I get a little bit better. This weekend we're going to the Arctic Fox Center as well as the waterfall Dinyandi. So hopefully my next video will have some fun travel stuff. See you then.